Hér gaman þátturinn Bara grín. Seriós, mikilvægasta máltíð dagsins. Halda Snickers hérna og Marsi hérna. Já, blessaður. Herru, ég að tala við í svona gamaldags síma bara. Komið sæl og verið velkomin í Bara grín, þar sem við rifjum upp bestu gamanþætti Stöðvar 2. Í þættinum í kvöld tökum við fyrir einhverjar vinsælustu íslensku gamanþáttaseríur síðari ára, Vaktirnar. Vaktarseríurnar urðu 3 talsins. Sú fyrsta var nætuvaktin sem gerist á bensínstöð á Laugavegi, þá var það dagvaktin sem gerist á hóteli út á landi og svo þriðja var fangavaktin á Litla-Hrauni. En hvernig kom það til að þeir Georg Bjarnfreðarsson, Ólafur Ragnar og Daniel birtust á skjám landsmanna í september árið 2007? Það voru einhverjar hugmyndir upp á Stöð 2 að endurgera The Office og afskaplega þótti mér það léleg hugmynd og Pétur átti að leika aðalhlutverkið. Og ég sagði við Pétur, nei, við verðum bara að gera eitthvað nýtt, við verðum að gera eitthvað íslenskt, sko. Ég var á þessum tíma nýhættur í Strákunum á Stöð 2, með Auta og Sveppa. Og ég var svona leitandi, sko, ég var bara, vissi ekkert nákvæmlega hvaða stefnu ég ætlaði að taka. Og upp kom gömul, upp úr hatti dró ég gamla hugmynd að gera einhvers konar, grín á bensínstöð. Starfsmannafundur settur á næturvakt á bensínstöð við Laugaveg. Ég heyrði Jóni og spurði hann hvort hann vildi vera með mér og Pétri að gera eitthvað grín á bensínstöð. Ástir og örlög á bensínstöðum. Ég fannst þetta ekkert gríðarlega heillandi. Þá sendi hann mér hver umgjörðin eða grindin að þessu væri. Já, góða kvöldi, ég ætlaði að tilkynna yfirvofandi árás sturlaðs árásamanns á bensínstöðinni við Laugaveg. Georg Bjarnfreðarsson! Og ég man að ég svaraði honum, já, game ef að þú nærð að fjármagna þetta. En sannleikurinn var svo að ég las þetta ekki. Ég nefndi ekki að lesa þetta og ég hugsaði bara, þetta verður aldrei fjármagnað og ég þarf ekkert að hafa áhyggjur af þessu. Já, það ekki alltaf gott að segja já við einhverju sem maður hefur ekki hugmynd um hvað en það reyndist vera það í þessu tilviki. Og Jón, Pétur og Ragnar hófu að vinna saman, en þeim var fljótlega ljóst að þeir vildu bæta við í hópinn. Persónurnar urðu opbáslega fljótt svona lifandi og áhugaverðar og allar baksugur og allar situasjónir, þetta dálítið svona bara skrifaði sig sjálft. Og þá verður okkur mjög fljótlega ljóst að þessar 2 persónur sem við erum hérna með, Georg Bjarnfreðarsson og Ólafur Ragnar, að þeir eru svo öfgakenndar persónur. Það þarf einhvern svona norm, eitthvað svona viðmið. Og hvað, ætlar að vera með kosningu bara að fara til Svíþjóðar, ekki neitt annað? Það það sem við ályktuðum Það bara ósanngjarnt. Ef að þú hefðir undirbúið þig betur og Haltu kjafti að helvítis fasistinn! Get ekki haldið kjafti einu sinni! Ég var búinn að prófa alla unga leikara á Íslandi held ég fyrir hlutverkið áður en Jörundur mætti. Og Jörundur var síðastur og mætti held ég 25 mínútum og seint í pröfu og var alveg ferlegur, sko. Fréttu eftir á semst að ég hefði fengið þetta hlutverk eiginlega vegna þess að ég svona stressaður að eðlisfari og kom svona tafsandi og afsakandi mig inn í viðtalið. Ég ákvað í rauninni manninn bara, 2 mínútum eftir hann labbaði inn, sko, bara út af panikástandinu sem hann var í. Hann náði bara sú stemming sem hann gekk inn með var í rauninni sú stemming sem ég var að leita eftir, sko. Núna hlusta þú á mig, litli skítur. Þú fer núna, þú klárar hann skóla og klárar læknisfræði. Nei, í alvörunni tala, sko. Ég búinn að finna eitthvað annað bara. Hvernig hef ég að segja þetta við þig, sko? Pabbi, hann læknir. Afi læknir. Ég læknir og þú ert læknir. Nei, alls ekki. Drekktu glasið þetta. Nei, mér langar ekki. Drink your fucking drink! Þú ert ekki á level hérna.
Nei, hætt að skipa mig fyrir. Okkur má ég ekki bara vera í friði hérna. Hvað er þetta að velta sér upp á því þó að ég sé ekki í einhverju helvitis læknisfræði? Ok. Já, látið mig bara í friði og hugsið mig eitthvað eigin raskun. Ok. Átti ekkert að vera að skrifa þetta með þeim eða þannig. Ég var bara ráðinn í þetta hlutverk en svo einhvern veginn sníkti ég mig svona inn í handritahópinn. Og smátt byggðist upp mjög massíft handrit. Svo allt í einu byrja karakterarnir að verða til smátt úr fullt af litlum atriðum. Grunnhugmyndin á baki þessar 3 persóna var í rauninni kaldastríð. Vesturveldin, eða sem sagt Ameríka kannski þá helst, sem er svona kannski neysluhyggjan og frjálshyggja og hvaða nú allt skilur og svona kannski aðalega neyslan, sem er Ólafur Ragnar. Góða kvöldið. Hvernig líst ykkur á þennan? Hver á þetta? Ég á þetta. Þú? Jep, ég var að kaupa þetta. Í alvörunni? Já, þetta er alvöru kvikindi maður. 38 tómmu dekk og hásingar og splittaðar aftan. 2-faldur Holly-blöndungur, allur pakkinn maður. DFT-spilari og græjur fyrir 300 skall. Custom made fyrir kél. Síðan ertu með kommunismann, skilurðu, þú veist, í austri sem er Georg. Þá segir Stalín. Hvernig á ég að vita það? Ég hef aldrei komið til Mínsk. Stalín. Og mitt á milli ertu með Daniel sem er litla Ísland, skilur svona komplexeraður og skrítinn. Það var undirliggjandi hugmyndin. Það væri konstant bardagi á milli þessar stórvelda. Láttu mig í friði. Ebenezer, varðstjóri þinn yfirmaður núna. Já, ég veit það. Hunskastu burtu. Nei, já, við verðum satt að tala saman á eftir, sko. Ebenezer, varðstjóri. Skilur hann ekkert drengurinn nema matriði allt ofan í hann? Gefur, hvað ég geri? Gef minn. Hver er minn yfirmaður núna? Georg Bjarnfreðarsson, leikinn af Jóni Gnarr, er einhver svakalegasti karakter sem sést hefur í íslensku sjónvarpi. Fólk elskaði að hata hann og hataði að elska hann. En hvaðan kom Georg Bjarnfreðarsson eiginlega? Jón í rauninni hefur kannski lýst í best að hann er samansafn af öllum leiðilegustu mönnum sem hann hefur kynnst í gegnum tíðina. Hann er persónugervingur skuggahliðar mjög margra. Þegar fólk dettur í minnimáttarkennd og hroka og reiði og biturð og stjórnsemi og annað slíkt. Það var ekkert að gera, sko. Við höngum ekki hér, Daniel. Ef þú veist ekki hvað þú átt að gera, þá spyrðu. Hefur þér ekki verið kennt að vinna? Jú, það... Snáðanir og lagar. Fjölskylda mín sér náttúrulega alveg gríðarlega mikið af pappa mínum í Georgi Bjarnfreðarsyni. Georg notar orðfæri sem að pabbi minn notaði mjög gjarnan. Hann átti það til að tala um meðalgreind. Náðu hreinsefni og fylltu á svo það sé jafnt í öllum hillum. Og hlýtur að sjá þetta meðalgreindu maðurinn. Sem er svo sérstök leið til þess að taka fólk niður. Eins og hann sagði við mig, sko, að meðalgreindur maður eins og þú, Jón, skuli segja svona. Okkur er meðalgreindur, okkur segir ekki eins og fólk segir, það gáði maður eins og þú skuli segja svona. Eins og spurði Bjarnfreður mig einu sinni. Georg, ætlar þú að verða meðalgreindur eins og bekkjarfélagar þínir þegar þú eru stór? Nei, Bjarnfreður. Ég er orðinn ógeðslega þreyttur. Meðalgreindur maður. Næsti fær við að vera fáviti. Jón Gnarr þurfti að leggja mikið á sig í hlutverki Georgs og það tók verulega á hann, bæði andlega og líkamlega. Jón var alveg búinn á því og það er erfitt að fara frá því að vera nice guy eins og Jón yfir að leika eitthvað svona erkihálfvit eins og Georg, sko. Það reyndi mikið á hann, sko, veit ég. Jón var alveg, sko, hann var bara nálægt í að fá einhvers konar svona taugaáfall, held ég. Það er mjög leiðinlegt að vera svona til lengdar, að vera Georg. Og þarna er ég með, þú veist, með skeggið og skallan og allt. Og þetta er ekki smink, þetta er bara, svona er ég. Ég var Ólafur Ragnar, góð með hárkollu, buffalo skó og farin í einhvern búning. Þá svona varði ég hann, svo gæti ég farið úr þessu drasli og bara keyrt heim sem Pétur Jóhann, sko. En Jón eiginlega gat það ekkert. Það var alltaf Georg líka þegar hann var heima á sér. Og til þess að ég var að tannbursta mig á morgnana, ég var að tannbursta Georg Bjarnfreðarsson, sko. Það var ekki ég var bara einhvern veginn, ég bara var horfinn. Þú hefur misnotað það vald sem þér var treyst fyrir. Það kæmi mér ekki á óvart að þetta væri ástæðan fyrir því að kona þín fór frá þér.
Ég myndi fara frá þér líka, ég bara get það ekki. Þú ert búinn að persónugera konuna þína í mér. Þú ert að kæfa mig, Friðjón. Ég er ekki konan þín. Og þetta setti ofboðslegt álag á fjölskylduna mína. Og konan mín átti það til að segja, værirðu til í að snappa aðeins út úr Georg í smá tíma og þannig við getum aðeins fengið að hitta þig áður en þú ferð. Svona 6 vikum eftir að tökunum lauk, þá fékk ég mjög heiftarlegt mígrænskast og þurfti að liggja inn á spítala. Og það er rakið bara beinlínis til álags. En hvað segir leikstjórinn Ragnar Bragason framistöðu Jóns Gnarr í hlutverki Georgs Bjarnfreðasonar? Það var kannski það sem að fólk misskildi til að byrja með og þoldi ekki Georg af því að fannst hann svo leiðinlegur. En það fattaði og fannst Jón leika rosalega illa, fannst Jón vera svo ýktur. En síðan smátt og smátt áttaði fólk sig á því að Jón er að leika mann sem er ofboðslega lítill og hræddur og býr til svakalegar varnir. Þannig að... Já... Grimmilegi fílusvipur. Lítill strákur reyndist vera mikill kall. Georg, ég heyrði ekkert í talstöðinu. Nei, en þú skalt heyra í mér í framtíðinni, Ólafur. Þessar rúðuþurrkur skrifast á þig og það með 5% starfsmanna álagi. Mér finnst til dæmis Jón ekki að fengi nægilega mikið kredit fyrir það sem hann gerir í seríunum af því að fyrir mér er það bara besti performance í íslenskri kvikmyndasögu á þess að ég, ætla ekki að fara að mæra sjálfa mig, skilurðu bara hvað hann gerir. Þetta er svo brjáluð persónusköpun sem er í gangi. Alveg er það merkilegt með smámenni. Breytast í illmenni á augnablikinu sem þeir öðlast einhver völd. Skotans. Eins og allir þekkja sló næturvaktin rækilega í gegn, en það var langt frá því að gerast á einni nóttu. Fyrstu viðbrögð kannski voru að Georg fór alveg gríðarlega í taugarnar á fólki. Það var svona fyrstu 2-3 þættirnir. Það var bara svona, fólk fannst Pétur var fyndinn og krúttilegur og enginn kannski mikið að spá í Jörundi en Jón eða sem persónan hans, Georg, var alveg út úr kortinu leiðilegur náungi. Sumir listuði jafnvel svoleiðis að þeir hefðu fengið orðið flökurt, orðið líkamlega flökurt að horfa á þetta mannhelvíti. Hélstu að þessir menn sætu þarna og biðu í ofvæni eftir því að feitlaginn bensínafgreiðsludvergur kæmi og gargaði á þá? Ég nenni ekki að tala með þér. Hvað? Er fokið í söngfuglinn okkar? Framþjáðir menn á sjónvarpstöðvum. Hann var bara svo yfirgengilega taktlaus og leiðilegur að þau gátu ekki horft á það og það fannst mér stórkostlega. Þetta var alveg bara svona yes. Ég man að það var eftir 4. þáttinn sem að það gerðist eitthvað svona, bara maður fann það. Það var eins og fólk hefði bara fattað út af hvað þetta gekk. Þá bara var það einhvers konar sprenging. Ég var ekkert að taka leigubíl bara eftir að þættin fór í loftið. Og það var bara að mér fannst mjög gamall maður að keyra leigubílinn. Og hann sagðist vera búinn að horfa á þessa þætti og það var alveg virkilega gaman að þeim. Og það var í fyrsta skipti sem að manneskja miklu eldri en ég hefði séð eitthvað eða tekið eftir einhverju sem ég hefði gert og var ánægður með það. Í rauninni bara fannst mér þetta hápunkturinn og mælikvarðinn á. Þannig að honum fannst það, þá var þetta eiginlega komið. Miklum vinsældum þáttanna fylgdi að brátt var annar hver Íslendingur farinn að tala eins og Ólafur Ragnar og hverju götuhorni heyrðust frasar á borð við Já, sæll, ég var að ræða það eitthvað eða? Hugmyndafræðin og bak við þessa frasa er, held ég bara svo að þú náir að segja sem mest á sem stystum tíma. Þá er þetta bara spurningum að taka símann og bóka gigg og eitthvað. Já, sæll, já, fín, bóka gigg, já, ekkert mál. Ertu að sjá þetta? Það er búið að skera allt undan kallinum. Já, ræða það eitthvað? Þetta var að byrja. Það var fólk að hrópa, já, sæll, það var að ræða það eitthvað svona, út á götu. En nú er það hætt, en fólk segir þetta oft, missir þetta út úr sér. Þá svona biðst fólk afsökunar á því að svona hattar eftir þetta að missa út úr sér, já, sæll. Já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll, já, fínt, já, sæll,
já fínt, já sæll, já fínt, já sæll, já fínt. Og þessi hérna, gugga og gúmmíbót. Salt og vindur í andlit. Hefur að ræða það eitthvað? Sæll. Hefur að ræða það eitthvað? Bara þarf að ræða það þarf ekkert. Við getum ekki... Þetta er bara svona bollingindi. Þetta er bara kona og gúmmíbót, það þarf ekkert. Það er ekki verðt að eyða orðum í þetta. Já, meikar ekki til. Það er bólur á hverju guggu. Hefur að ræða það eitthvað? Nei. Þeir Georg Bjarnfreðarsson og Ólafur Ragnar áttu í ákaflega hatursfullu sambandi í þáttunum. En samband Jóns Gnarr og Péturs Jóhanns í raunveruleikanum er algjör andstæða. Pétur Jóhann Sigfússon er náttúrulega algjörlega yndislegt eintaka mannesku. Það er fátt sem að gleður mig jafn mikið eins og að fá að eyða tíma með Pétri Jóhanni Sigfúsinni. Aðdáin hans og mér er gagnkvæm, sko. Mér líður sjaldan betur heldur en þegar ég er með Jón í kringum mig, sko. Og við erum svolítið eins og bara tvær turtildúfur þegar við hittumst af því okkur finnst hvor annar svo frábær. Georg! Nei, Óli minn, velkominn. Sérðu það, skemmu þetta. Ólafur! Hvernig er þetta fandi í þessu? Þetta er árás á opinberan starfsmann, ég kæri þetta! Ég er fasteignasali! Já, og ég minni að sjálfsögðu á kosningakaffi á verkstæðinu, svo klukkan 1. Ef ég kveið fyrir tökum, ef það voru þung atriði sem ég var að fara að taka upp, en þá hlakkaði ég alltaf til. Ég hugsa alltaf, já, ég heiti nú Pétur og ég mætti að hafa eitthvað gaman og svona. Og líka þegar vorum að taka upp og Pétur var ekki, þá var alltaf svona vantað eitthvað. Það veltaði líklega margir fyrir sér hvernig það sé að starfa með tveimur af fyndnustu mönnum landsins og hvort það sé mikið grínast þegar slökkt er á myndavélunum. Svarið er já. Þetta var náttúrulega grín í krúinu, sko, að ef það kom þögn á setti, þá bara byrjuðum við að telja. Og við töldum aldrei meira en upp í 5 áður en Jón sagði eitthvað. Hann bara fyllir upp í allar þagnir, sko. Það var eitt skipti sem að við vorum að taka upp næturvaktina og vorum á þessari bensinstöð bara marga vikur. Síðan átti að fara að taka upp einhverja senu þar sem að ég var að leika á móti einhverjum öðrum en Jóni. Í þessu dæmi það fer langur tími að stilla upp ljósum, stilla upp myndavélum og tengja þetta allt og síðan var allt úr tilbúið. Og Ragnar Bragason leikstjóri þegar átti bara eftir að segja gjörðu svo vel. Hann var að fara að segja, þá kallar Jón yfir alla bensinstöðina. Pétur! Já. Hann stendur með svona poka af kleinuringjum. Er þetta síminn þinn eða? Hvað meinarðu? Já, hann er búinn að vera að hringja og trufla tökurinn í allt kvöld. Já, ok. Þetta var að finna sem ég heyrt, sko. Maður að hanga eitthvað að bíða og taka upp lakkrísrör, halda svona lakkrísröri. Sæl ástu mín. Nei, við erum bara inn í tökum, þú veist, á þess að látum mikið byrja á því. Já, og og krakkarnir sofnaðir. Já, vill hann segja góða nótt við mig? Já, ég heyri honum. Hæ, ættu bara að fara að sofa. Og við erum svona grenjuðum og hlátur og maður er að finna eitthvað svona, veist, með lakkrísrör, tala við, segja góða nótt við litlu krakkarnir sína. Þú veist, halda Snickers hérna og Marsi hérna. Já, blessaður. Heyrðu, ég er að tala við í svona gamaldags síma bara. Þetta er alveg... Heyrðu, ekki gleyma símanuðinum. Þetta er bara... Ég fæ ekki nóg þessu, ég skil ekki hvað mér finnst svo að fyndi við þetta, mann. En hvaða atriði úr þáttunum eru eftirminnilegust? Mér fannst mjög skemmtilegt að fá Hannes Hólmstein til dæmis og hvernig hann í rauninni stóð sig frábærlega við að leika á móti manni sem voru úthúð á honum. Það er búið að dæla á bílinn, ég ætlaði bara að fá að borga. Nú, Daniel, varst þú búinn að dæla á bílinn hans Dr. Frankenstein? Já, ég er búinn að dæla. Já, þú ert doktor, er það ekki? Þó að við sem kannski ósaman eitthvað, það er algjör óþarfi að vera með eitthvað dónarskap. Ég er með 5
háskólagráður. Sálfræði, félagsfræði, uppeldisfræði, stjórnmálafræði og kennsluréttindi. Ég skil, en ég bara nenni ekki að standa í þessu. Getur ekki, láta mig hafa kortið mitt, ég að flýta mér. Á einmitt, þú átt að drífa þig aftur og niður í jarðar, að baka pítsur til að selja fyrir atkvæði fyrir næstu kosningar. Svo fannst mér rosa gaman að vera fullu líka í dagvaktinni. Og það var mjög svona skemmtilegu kontrast að þessi maður skildi vera svona, breytast í eitthvað svona dýr þegar hann verið að drekka. Þú fáið sem varst að segja að frænka mín væri ljót? Já, örugglega. Ekki allt í lagi? Á hvað varst það því? Bara? Þú er ekki svona 101 miðbæjarrottur sem að koma hérna og rífa einhvern kjaft. Nú ferð þú og biður frænku mína afsökunar. Annars læt ég henda þig hérna út. Nei. Þú segir ekki svona í fólk. Hún að vera hérna og haga þig svo fáiði. Þú ert fáiði. Ha? Býta aðeins. Halló? Þetta er til þín að þetta er mamma en þú ert að fara að ríða henni eins og sko. Byggjum að vera lamin! Ein af mínum uppáhaldsinnum þegar Georg kemur úr fyrsta maígöngunni. Og Ólafur gerir þau mistök að spurja hann hvernig það hefði verið í skrúðgöngu. Skrúðgöngunni? Já, það varst ekki í einhverju göngu svona. Kröfugöngunni, meinaru? Já. Ekki segja mér að þú þekkir ekki mun á kröfugöngu og skrúðgöngu, Ólafur. Ólafur hafði ekkert svar við þessu og þá kom bara í kjölfarið bara þvílík ræða. Löngu fyrir þinn tíma fóru öreigar og vinnandi fólk í kröfugöngur og krafðist og barðist fyrir þeim þægindum sem þú í dag kallar sjálfsögð. Ekki sýna þessu fólki þá lítilsvirðingu að kalla baráttu þess skrúðgöngur. Það er eitt atriði sem að mér finnst ákaflega vænt um. Það er þegar að Birgitta Haukdal kemur á bensínstöðina. Hafðirðu samfarir við frænku þína? Nei, ég gerði það ekki, sko. Þetta er misskilningur sem að... Sko, ýmsu hefði ég trúað upp á þig, Ólafur, en ekki þessu. Sifjaspell! Herðu, það var rosa gaman að sjá þig. Þið eru að stökka aftur inn á smustu og svona, sko. Er ekki pabbi þinn alltaf mamma þinn og svona? Ég beið að heilsa á þeim og þessu lit, Er ekki mamma þinn alltaf bara pabbi þinn? Ég beið bara að heilsa. Þú veist, hann var svo stressað og svo óþægilegt moment. Er ekki mamma þinn alltaf bara pabbi þinn og allir hressir? Já, ég beið að heilsa bara og rauk í burtu með þetta bara algjör snill. Hvað telja þeir Jón Gnarr, Pétur Jóhann, Ragnar Bragason og Jörundur Ragnarsson að hafi orðið til þess að vaktirnar 3, nætuvaktin, dagvaktin og fangavaktin, urðu svona vinsælar? Ég segja fyrst og fremst það sem að gerir vaktaseríurnar að því sem þar er persónusköpunin og leikararnir sem að leika þær persónur. Það er svo djúpur sannleikur í þessum persónum. Það var allir unni með manni eins og Georg. Það var allir unni með manni eins og Ólafur. Ég held að við hefum bara hittað einhvern tón sem var akkurat á réttum tíma. Margir sem tengja við þetta á einhvern svona misjafnan hátt. Alveg frá áttræði fólki niður í 6 ára krakka, sko. Þetta var eitthvað svona íslenskur kuldaraunveruleiki og eitthvað svona hrátt og samt eitthvað svona hjartnæmt og eitthvað fullt af tilfinningum í þessu sem að ég held að bara svona hafi á endanum hitt fólk í hjartastað. Þetta er bara eins og KFC. Ég meina, af hverju fer fólk á KFC? Gott stöf. Þá er ekki fleira í þættinum. Við segjum skilið við vaktirnar, en ekki missa okkur í næstu viku þegar við tökum fyrir stelpurnar. Þangað til, verið sæl.